Til máls tekur háttvirtur 1. þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson. Frú forseti, í umræðu sem þessari þá eðlilegt að ríkisstjórnin og meirihlutinn á bak við hana tíni til það sem gert hefur verið og ágætlega til tekist á umliðnum misserum og stjórnarandstaðan reyna að draga fram það sem aflaga hefur farið eða ekki gengið nógu margt. En það stendur upp úr og blasir við að það hefur náðst ágætur árangur í ríkisfjármálum. Forgangsraðað til þess að leitast við að verja þá verðsettu þar sem kaupmáttarskerðing þeirra 10% verðsettu hefur verið 6,6% og meðan þeir 10% hæstlaunuðu hafa orðið fyrir 28% kaupmáttarskerðingu. Yfirlitið yfir árangurinn og verkin fróðlegur og gagnlegur og nauðsynlegur núna á miðju kjörtímabili og sýnir okkur hvað hefur áunnist þó að margt sé ógert enn. Við getum tínt svo margt til. Eignarhald á auðlindum, þar erum við langt komin með að tryggja eignarhald þjóðarinnar á öllum sínum auðlindum og sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar. Að því einn af grundvöllum endurreisnarinnar og leiðin út úr efnahagsþokunni rammaáætlun vernd og nýtingu orkuauðlinda þar sem því raðað með málefnalegum og skynsamlegum hætti hvar beri og sé nauðsynlegt og réttlætanlegt gagnvart náttúrunni að virkja og hvað skuli vernda og taka út fyrir ramma nýtingar. Þetta mjög mikilvæg vinna sem langt komin eins og við sjáum núna í frumvarpi sem hefur verið afgreitt út úr iðnaðarnefnd og hillir undir lokin á því. Þetta einn af grundvöllum endurreisnarinnar og má telja til þess sem hvað mest hefur áunnist til að tryggja vöxt og stöðugleika til framtíðar. Eitt af því sem stærsta verkefni og ákvörðun þessa þings sem var kosið fyrir rétt liðlega 2 árum síðan sneri að umsóknum aðild að Evrópusambandinu eins og hæstvirtur innanríkisráðherra kom inn á hérna áðan. Þar á ferðinni vel heppnuð tilraun til að leiða eitt mikilvægasta málefni samtímans til lykta. Það var gert með lýðræðislegum hætti í ágætlega heppnaðri tilraun til að draga það upp úr því ómálefnalega svaði sem hin pólitíska umræða hér á Alþingi oftast og einætt Þar á ferðinni lýðræðislegt ferli þar sem þingmenn kusu hér óbundnir af flokkum og flokkslínum og þingmenn úr öllu stjórnmálaflokkum nema hreyfingunni kusu með því að Ísland skyldi sækja aðild að Evrópusambandinu. Mikill meirihluti þjóðarinnar hefur lýst því í skoðanakönnunum að hann vilji að það lýðræðislega ferli gangi á enda. Það sé gert út þetta mikla álitamál, auðvitað að ræða mjög umdeilt mál þar sem menn blanda miskunnarlaust inn í þjóðrembu skrumi hvers konar með spádómum það að Ísland sé að tapa fullveldi og auðlindayfirráðum þegar hið öndverða að sjálfsögðu staðreyndin þar sem Ísland að leita leiða til að endurheimta efnahagslegt fullveldi sitt og byggja upp og búa til farveg fyrir langtíma stöðugleika og endurheimta á góðri stöðu í efnahagsmálum þar sem við erum ekki fangar hafta og verðtryggingar heldur aðilar að stöðugum gjaldmiðli á lágum vöxtum þar sem verðtryggingar ekki þörf. Þetta eitt mikilvægasta verkefni sem þetta Alþingi og þessi ríkisstjórn hefur ráðist í. Það var vel að því staðið strax á vordögum ársins 2009 og þegar Alþingi leiddi það til lykta júlí 2009 með þeim hætti sem ég lýsti hér áðan að þingmenn kusu eftir eigin sannfæringu þvert á flokka og þingmenn úr 4 stjórnmálaflokkum standa á bak við umsókn Íslands að Evrópusambandinu. Framundan mikil umræða kosti og galla aðildar. Það munum við sjá þegar samningurinn kemur heim, hvort aðild sé sá fýsilegi kostur sem ég tel að hún sé svo sannarlega. Þar munum við sjá hvernig hagsmunum landbúnaðar, sjávarútvegs, auðlindayfirráða og aðgengi Íslands að myntkerfi Evrusvæðisins verður háttað í þeim samningum sem núna standa yfir og utanríkismálanefnd Alþingis fær reglulega yfirlit yfir frá fulltrúum úr samninganefndunum hvernig gangi fram og má reikna með því að eftir 1 til 2 ár þá gangi þjóðin til atkvæði það hvort við eigum að gerast aðilar að Evrópusambandinu ekki. Umræðuna hefur að sjálfsögðu verið reynt að afvegaleiða
yfir í blekkingar að hér séum að ræða aðlögunarferli en ekki aðildarumsókn. En kjósendur og þjóðin hefur ekki látið afvegaleiða sig í þeirri umræðu þar sem að, eins og ég nefndi áðan, mikill meirihluti Íslendinga vill að þessu ferli ljúki og fólkið og þjóðin, kjósendur, fái að greiða það atkvæði sjálfur eftir upplýsta og vonandi málefnalega umræðu hvort að við eigum að ganga inn og hverjir kostir og gallar eigi að vera. Þetta er eitt af mikilvægustu verkefnum sem þetta Alþingi og þessi stjórn hefur ráðist í frá kosningunum 2009 og er að sjálfsögðu eitt af því sem að liggur því til grundvallar að við náum að byggja upp forsendur fyrir stöðugleika og langvarandi stöðugleika í gengis- og gjaldmiðilsmálum, það er að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Sú staða sem við tókum okkur fyrir að vera 20 árum síðan utan evrusvæðisins í gegnum EES-samningi reyndist blekking og þjóðarlýgi sem var dýrkeypt. Nú höfum við tækifæri til að ljúka þessu máli og ríkisstjórnin hefur staðið og meirihluti hér vörð um þetta ferli og mun gera áfram.